Miðland sem í eigu Bygg hefur fengið heimild til að byggja allt að 986 íbúðir í Hlíðarhverfi í Reykjanesbæ. Aukningin mun fyrst og fremst verða í þriðja og síðasta hluta hverfisins sem mun liggja sunnan þjóðbrautar í Reykjanesbæ. Samningar þess efnis hafa verið undirritaðir milli Reykjanesbæjar og Miðlands. Gera þar nýtt deiliskipulag fyrir hverfið og breyta efsta hluta þjóðbrautar sem vegur sem liggur frá Reykjanesbraut og niður í byggðina í Keflavík og Njarðvík við gömlu bæjarmörkin. Vegna stækkunar hverfisins mun Bygg byggja 120 barna leikskóla sem hannaður af JES arkitektum fyrir börn frá 12 mánaða aldri. Leikskólinn verður staðsettur í öðrum hluta sem nú í uppbyggingu og verður honum skilað fókheldum fyrir árslok. Gylfi Ómar Héðinsson hjá Bygg sagði verkefni byggingafélagsins í Reykjanesbæ hafa gengið vel og jafnvel betur en upphaflega var gert ráð fyrir. Við erum búin með fyrsta áfangan og þar búið að selja allar íbúðirnar. Það eru bæði einbýlishús, parhús og fjölbýlishús og það allt selt og við erum byrjaðir á öðrum áfanga þar sem við munum byggja leikskóla á ákveðnu marki og við erum með í uppsteypu núna 150 íbúðir og getum fara að afhenda fyrstu íbúðirna bara í sumar og svo bara svona þegar fyrir að hausta og svo erum við með hann 11 raðhús líka sem afhent svona mitt árið. Þegar við keyptum landið á sínum tíma þá voru þetta 480 íbúðir og það sem við erum að skrifa undir núna þá munum við fjölga íbúðum í 985 íbúðir. Gylfi segir að í dag sé vont að gera áætlanir, aðstæður á markaði hafi breyst og fólk eigi erfiðara með að fjármagna íbúðakaup. Það það sem stendur hnífurinn í kúnni, svo má segja að það vont að gera áætlanir í þessu landi, að þetta upp og niður og því miður það þannig en það fjármögnun hjá fólki, hvernig það mun ganga. Þess vegna vont að gera áætlanir, hvernig þetta mun þróast, en svona stefnan hjá okkur að væri ef við gætum byggt svona 100 íbúðir á ári. Og þá myndi svona heildartíminn héðan í frá kannski vera svona 10-12 ár kannski. Og svo ef að allt fer betur en áhorfist í dag að þá getur tíminn styst. Framkvæmdir Bygg í Hlíðarhverfi skapa tugi starfa. Ég held að sé svona á svæðinu núna í kringum 60. Sem eru bæði verkefnasmiðir, múrar, píparar, rafverkjar. Já, þetta fyrirtæki Bygg að gera hlutina okkar mati mjög vel. Það fullnaða frágangur á hverfinu, götum og lóðum og trjágróðri og öllu og þetta líkar okkur mjög vel. Enda hverfi sá áfangi sem búið núna, fyrsta áfangi, mjög snyrtilegur og fín og við treystum því að áfangar 2 og 3 verði þannig frágengni líka og teljum okkur vita að svo verði. Og hvernig líst þér á þessi áframhaldandi áform þeirra uppbyggingu í þessu hverfi? Bara mjög vel. Við erum mjög ánægð með samskiptin við Bygg og þeir hafa komið svona með ferska og nýja nálgun á uppbyggingu svona hverfa og okkur líst mjög vel á þetta bara. Og þá að fara að byggja leikskóla? Já, nú ætlum við að fara af stað með það í þessum öðrum áfanga sem í uppbyggingu núna. En þegar að hverfi verður orðið fullbyggt eftir einhver ár, vitum ekki hvenær, það að segja annar áfangi sem nú í byggingu og þriðji áfangi sem ekki hafinn, að þá gerum við ráð fyrir að þarna verði risin líka grunnskóli og annar leikskóli. Það þarf 2 leikskóla og 1 grunnskóla í þetta hverfi. Það hefur verið fordæmalaus fjölgun í sveitarfélaginu. Standið þið í þeirri trú að þetta haldi bara áfram á sömu nótum? Já, sko, aðalskipulagið okkar gerir ráð fyrir því. Við erum með háspá, miðspá og lágspá og undanfarin ár þá hefur fjölgunni verið meiri heldur en háspáin okkar gerir ráð fyrir. En auðvitað þetta svona í einhverjum bylgjum og það hægði verulega á þessu í COVID en í heimsfaraldrinum, en nú þetta komið upp aftur og til dæmis síðustu 12 mánuðum hefur íbúum fjölgað tæp 9% í Reykjanesbæ og við þurfum bara að hafa okkur öll við til þess að
fylgja með uppbyggingu innviða, leikskóla og grunnskóla og annar innviða. Hvernig þessi mikla fjölgun að snerta innviðana í dag? Bara, það allt á nippinu sem maður segir, við þurfum að hafa okkur öll við til þess að geta haldið í við þetta. Við finnum það líka bara til dæmis á helstu umferðaræðum og svona, að það orðið ansi þröngt, þannig að við þurfum að skoða gatnakerfi líka og almenningsvagna og fleira og þetta eru bara verkefnin sem við erum að horfast í augu við.